Jæja, gott fólk. Þetta nú dýrðardagur, það ekki hægt að segja annað. Ég fór frá Bouadia til Mansia de la Moulage. Samt hér í gistingu sem 8 mínútna akstur frá bænum og bara fuglasöngur í sveitinni og alveg dásamlegt. Það sem var sérstakt daginn í dag var svona kannski tvennt, fannst mér. Það var annars vegar að ég upplifði fyrsta sinn svona vegurinn væri bara straight ahead, eins og maður segir, sko, bara beint áfram og talandi tilbreytingarleysi, já, það var það pínlítið. En engu að síður naut ég alveg þess að ganga og ekki síst sökum þess að veðri var miklu betra heldur en að gert var ráð fyrir og mér fannst svona, já, landslagið auðvitað ekki svona eitthvað sérstakt en þetta var samt góður göngutúr, 27 kílómetrar það bil og ég hitti lenvinn minn þegar við stoppum á fyrsta stoppistað og það nú vert að hafa það í huga fyrir þau sem ætla að ganga þetta og ég segi það nú reyndar svo sem í einu vídeónu sem kemur á eftir en það það að sko það eru 20 kílómetrar konur kærar sérstaklega þar til þú getur pissað frá mínum uppastað þannig að það eru reyndar kannski tvisvar sinnum á leiðinni það sem eitthvað pínu skjól það sem hægt væri að skjótast en annars þetta bara, já, ein stoppistöð þar sem svo fyrsta þar sem við hittust við Len og það var, hvað ég segi ykkur, þetta var svona, ég veit að þú veist, fæst þekkja nú til Gunnubúðar á Raufarhöfn sem svo dásamleg, lítil og sinnir öllu og öllum, en þetta var sko í plássi tekið helmingurinn af því. Þetta var svo ótrúlega lítið og fábreytt úrval og í fyrsta sinn sem að ég borðaði muffins í morgumat held ég. En síðan var bara gengið og Lenvinni minn lenti því fyrir 3 dögum að hann rasaði og hruflaði sig og með bólgin ökla og þess vegna gengum við nú kannski dálítið hægar yfir og stoppum þó í þessum vinum sem það eru 2 staðir á leiðinni sem með borð og bekki eða svoleiðis en það eru samt margir bekkir á leiðinni sem hægt að stoppa. Þannig að þetta var svona pínulítið öðruvísi dagur heldur en oft áður. En svo gleðst maður svo bara ótrúlega yfir því að hann spáði rigningu og hún sagði við mig vertinn hér, þar sem ég gisti, að það ætti að rigna núna, bara núna, en það bara ekkert að rigna og mikið gleðist við því. Loksins sem maður geti setið úti og ekki fullklæddur, þannig að þetta var öðruvísi dagur en hann var góður. Ég alveg lúin, ég finn það, ég lúin í mjöðmannum og svona, en eins og ég sagði við Len, hann 75 ára með svo bólgin ökla og eitthvað að ég ætla ekki að segja þetta einasta orð eða kvarta, því að þetta ekkert annað en bara einhverjar smottur í svona viðkvæmni sem að maður getur bara teygt úr sér og hér í sveitinni noti þess að vera og bara lifa í núinu. En á morgun held ég til León og það eru sirka 18 kílómetrar og þar ætla ég að taka hvíldardag og hitta hana Helgu systir sem ætlar að vera með mér í næstu 2 daga. Það verður alveg dásamlegt. Þannig að þangað til næst. Já, góðan daginn. Nú ég lögð af stað til Mansia de la Moulage á ætlaði 27-8 kílómetrar minnum mig. Og að vanda spáir hér einhverjum skúraleðingum en það allavega ennþá þurft, rigndi hér hraustlega í gær en stytti svo líka aftur upp eins og alltaf gerir á endanum. En ég ætla að leyfa ykkur að sjá hérna, þetta samt fallega morgunbirta þrátt fyrir að það sé ennþá dálítið kalt í veðri.
Hérna er ég sem að stoppa. Fyrsta stopp. Klukkan er 9, kortur yfir. Ég ætla að fá mér eitthvað að borða. Hérna er svona endurgræða landi eða landgræðsluskógar eða eitthvað. Svo langt sem eiga vegir, hérna niður til. Við erum búin að ganga hér í 12 kilometra. Það sem er nú áhugavert við þetta, það sem ég stoppaði áðan, að það var eini staður sem var opið í þessu litla þorpi. Þetta var ekki ekta kaffihús, heldur var þetta, já, ég veit það ekki, svo pínu lítið horn, það sem að ekki var nú svona margt að hafa. En maður var þakklátur fyrir að það var svo opið. Ég borðaði banana og muffins í morgunmat, hef ekki gert það fram til þessa. En þetta var svona aðeins öðruvísi og það sem er kannski vert fyrir fólk að athuga að í rauninni er í eina 18-19 kilometra ekki hægt að fara salerni. Þannig að það er vert að hafa það í huga þau sem ætla að ganga þessa leið. Oh, there was another one. Right how? Yeah. Við erum að labba hérna út úr Religions þar sem var loksins fyrsta stoppið eftir 20 kilometra. Fengum okkur snarl og pissupása.